Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Daniel Thors, framkvæmdastjóri hoppbíla eða leigubíla. Þú hefur skoðun á umræðinni. Það hefur verið talað svolítið leigubílana og fyrirtæki eins og til dæmis Hopp sem eru svona tiltölulega ný inn á þennan leigubílamarkað eru svona svolítið töluð niður vegna þess að það er svona einyrkja kúltúr þar innan hús. Það eru margir útlendingar og það eru nöfn eins og taxihunter sem að vilja meina að þetta sé hættulegt fólk, hættulegir bílar og þar fram undir götunum. Ég fréttaði því að þú hefði tjáð þig aðeins á samskiptamiðlum um þetta og var spennt að fá því viðtal, þannig að velkomin. Þakka fyrir. Þetta var alveg intro. Ég veit ekki hvað á ég að byrja að hugga á þetta sko. En jú, það er rétt. Þetta er búið að vera alveg ferðalag og það er búin að vera bara hellings ég ætla ekki að segja gagnrýni, ég myndi frekar upplega sem bara svona aðsúg einhvern veginn svona. Umræðan hefur verið svolítið blómleg síðan nýju lögin koma og við fógnum auðvitað alltaf bara allri umfjöllun lög og allri umræðu og svo les og það er ýmislegt í þessum nýju lögum sem má bæta og betra og slíkt, en kannski finnst manni fyrst og fremst umræðan vera kannski gengin svo lítið langt og þar nefni kannski, hvar á ég að byrja? Kannski fyrsta sviðsmyndin er að sem framkvæmdastjóri hoppleigubíla þá er ég mjög mikið að hitta okkar bílstjóra, þeir eru mikið að koma til okkar í kaffi og bara svona bara að hlera hvernig gengur og reyna að þróa hugbúnaðan áfram og bara vinna þetta verkefni vel. Og jú, eins og þú segir að þá eru mjög mikið á okkar bílstjórum sem sagt í segin megin verkinu með samhliða akstri með hopp. Það er svo sem rauður þráður í að hver einn og einasti leigubílstjóri á Íslandi fyrir hvaða stöð hann keyrir er sjálfstæður verktaki þannig að þeir eru allir í sínum megin verktökum bara fínt að byrja á því. Það er ekkert sérstakt ná því svona fram einmitt. Kannski fólk fattar það ekki að fólk heldur að einhver keyrir fyrir X stöð og það sé bara bílstjóri fyrir þá stöð. En það er ekki þannig. Þetta er bara rétt eins og Hopp, þá eru stöðvarnar að miðla ferðum til bílstjórana og þeir taka svo þær ferðir og greiða fyrir eitthvað svona mánaðargjald og það er bara svona eitthvað virkt samlífi, skilur að einhver þarf að redda ferðunum og halda utan það og slíkt og við erum bara nákvæmlega eins nema bara í formi apps þannig að við erum ekki það frábrugðin fyrir uppi staðið og svo bara okkar bílstjórar líkt og hvað annar bílstjóri þegar hann tekur ekki ferð með bara beint bóku er bara farðu að sækja fara þegar á stað A og fara með stað B þá eru bara ferðir teknar á mæli og það er þessi einyrkja business sem kannski svona er verið að tala svolítið. En til að spóla þess tilbaka þá hefur verið þá hefur maður mikið eins og ég var að segja þá er mikið að bílstjórum að koma til manns í kaffi og maður er með svolítið sterka og góða tengingu inn í bransan og það sem mér hefur þótt kannski svona leiðilegast að sjá upp á síðkastið og svona það hefur farið vaxandi er að við erum að fá alveg bara holskeplu af lýsingum af bílstjórunum okkar vera kannski, þú veist, að bíða eftir ferði hoppa appinu eða annarri stöð með að vera fleiri metri stöð, að þeir er að bíða eftir ferð og svo kemur eitthvað í leigubílaröðin þar sem þeir eru og það er bara að tjekka, það er bara spurningalisti, þeir eru eftir Íslendingur og svo bara, þú veist, er svarað að því sjálf svarað, og svo verður þetta ofta aðeins verra, þú veist, ertu arabi, ertu múslimi og eitthvað svona og svo þú veist, ef það er ekki bara einhver hvítur bílstjóri að keyra þá er hurðin bara rosa oft skellt og gengið á næsta bíl og það þykir manni bara rosalega leiðilegt að sjá að því þetta eru bara manneskjur sem maður er að vinna með og maður er svona á rosalega erfitt, maður svona reynir að bara virkja samkenndina og setja sig í fótsporið en maður bara náttúrulega getur það ekki, skilur ég er alveg upp í Vesturbænum, skilur mig, bara það er ekki mikil svona snertiflutur með mér og einhverjum sem er að reyna að koma undir þessu fótunum nýju lífi á Íslandi, þannig en maður reynir enga síður, og bara svona tekur samtölin og hefur bara stundum verið í hlutverki bara smá sáluhjálpara í þessum
sumum tilvikum svona allavega að stappa stálun í menn og mjög bara, mjög krefjandi aðstæður oft að horfa upp á. Og þú sem sagt myndist á það að ég hefði verið svona aðeins að tjá mig á samfélagsmiðlum daginn og það var ég að ég svona, ég gati einhvern veginn ekki orðabundist lengur og að það var nýleg fjölmiðlumfjöllun það sem, maður hefði verið að heyra eftir í rosa mikið, maður ekki að sé eitthvað svona á leiðin eitthvað að hlusta á svona Reykjavík síðdegis eða álíka og það svona símatíminn að vera að hringja inn og þar verið að úthúða Sigurði Inga fyrir að innleiða nýju leigubílalögin og sjáum bara hvernig þetta allt orðið þetta á markaðinum og bara hvernig allt að fara til fjandans í íslensku samfélagi einhvern veginn í beinni 100% fylgdi við ástandið á leigubílamarkaðinum innan gæsalappa Af hverju ætli þessi fylgni sé einmitt þannig á milli þessara tveggja hluta? Þetta svona, við heyrum af því og við höfum lesið bara meðal annars mjög góðan pistil Sóleyjar Smáradóttur helgina vaxandi rasisma og svona mikla fordóma fyrir bara brúnu fólki í íslensku samfélagi og svo bara fyrir útlendingum bara í íslensku samfélagi, innflytjendum en einhvern veginn fyrir ég veit ekki, ég vil ekki segja tilviljun því að það örugglega engin tilviljun en það einhvern veginn virðast leigubílamálin og lögin, þessi nýju lög sem að þó komu á fyrir nokkrum árum síðan einhvern veginn, það þessu svona grauta saman, af hverju heldur það sé? Þau tvinnast auðvitað inn í þetta og þetta mjög viðhöfð spurningi sjálfur sér af því bara hversu mikið vilt að ég summi út hérna þú veist, maður ætlar svona að reyna kannski að halda þessu leigubílamarkaðinn og ástandið á Íslandi en það er svo auðvitað bara summa út og sjá kannski svona einhverjar breiðari strókur bara gerast í alþjóðastjórnmálunum og þú veist bara eitthvað sem við þekkjum öll og ekkert eitthvað sem ég þarf að útskýra fyrir hlustundum hér og nú en auðvitað smitast þegar búið að validera svona ákveðin hvað ég segja, bara búið að validera ákveðnar skoðanir eða svona fólk í stórum valdastöðum eða kannski búið að gefa ákveðnum skoðunum byrjundi báða vangi þá ekkert það kemur ekkert flatt upp á mann að slíkt skili sér bara heima á litla Ísland líka við erum auðvitað bara samtengd heiminum og höfum aldrei verið samtengdar heiminum og þau bönd eru ekki að fara að rofna í bráður en það stefnir allt í bara að vera samtengdar honum Þetta kannski bara svolítið svona þægileg birtingamynd af því þetta eru svona afmarkað dæmi það sem bara hvað var að 2023 ætlaði að segja þá kom einhver ný lög og þá breytist ástandið á okkur sem við sjáum út á götu þú veist, þetta fyrir framan okkur svolítið þetta þegar fólk að fara heim og þá allt í einu orðin þá allt í einu komin einhver bílstjóri af erlendu bergi brotin sem að fara að skutla heim, þú veist, fólk sem tekur eftir þessu Svo kannski svona meira lokal nálgunin. Við lítum oft svolítið á svona að við séum fyrsta farveita landsins. Þú veist, farveitir eru, þú veist, Uber og Lyft og Didi og Bolt og hvað þetta heitir allt saman skilurðu. Og þær hafa allar sína kosti og við erum svona að reyna að taka kostina úr þeirra starfi og innleiða á hér. En það hefur sýnt sig í rauninni í bara nánast einhver einustu stórborg og ég hef lesið urmulgreinina það sem það svolítið svona stórum bransa eða öll heldur svona sýnilegum bransa breytt eða það kemur mikil nýliðun mikil nýbreytni öllu heldur inn í bransan svolítið hratt að þá eiga þeir sem voru fyrir í bransanum svolítið til að bregðast illa við maður hefur lesið svona alls konar fréttir að þú veist bara Uber bílstjórar eldir upp og bara bókstaflega barðir til dauða á Indlandi og þú veist svona það ekki þylja upp margar svona greinar en bara mjög auðvelt að googla þetta og sjá og bara wow, herri, bara nokkuð veginn hvar sem ný svona tegunda samkeppni kemur inn að þar því fylgir oft svolítið svona róstur og umstang Þannig að, þú veist, ástæðan fyrir þetta að, þú veist, við erum að horfa upp á bara nákvæmlega sama, alltaf frá mínu bætri sér, við horfa upp á nákvæmlega sama gerast hérna á Íslandi. Þú veist, við erum að horfa upp á að fólk sem svona bara ákveðin bransa sem hafi verið eins og áratugum skipti,
var bara, það hafði ekki mikið breyst þarna svolítið svona sömu aðlarnir sem sátt á köllunum sko, að þeir eru allt í nú komni með samkeppni eða kannski getum kafa að setja út í að drauga samkeppni. Þannig að það er, þú veist, það er rosalega þægilegt að rísa upp á afturlappirnar og benda á hérna bara hei, sjáðu þessa nýju löggjöf, þú veist, sjáðu hvað hún er að gera hérna við íslenskt samfélag. Og svo er þetta bara, þú veist, bara á góður íslensku, þetta er rosa click-friendly, sko. Þetta eru fréttir sem selja, ég meina, þú veist, útlendingur gerði X, útlendingur gerði þetta, það er bara sýnt sig að þú ferð á fréttamiðlana og þetta bara hrúast inn, þú veist, þetta er bara mjög mikið lesna fréttir og ætli maður hans ekki hafi bara verið að ala, veist, ekki við, bara það hafi verið alið á vítahring, það sem, þú veist, gamli svona, the old guard, eins og ég held að horfum að sletta, bara þeir sem hefur voru í bransanum áður og eiga hagsmuna viðhaldunum eins og í sömu mynd og hann var, að, þú veist, þeir hafa auðvitað komið auga á þetta er ekki eitthvað svona, ég ætla ekki að fara að hristi ykkur að samsæriskenningum að þessi ykkur öfla baki, það er ekki, þetta er bara einstaklingar en margir einstaklingar með sömu skoðun að þarna rísa svolítið upp afturlöppunar og það samtvinna við bara klikkfjöldan það gefur svolítið bara svona dýrin að borða ef svo má að segja og þarna við erum að horfa upp á svona kokteila þessu birtast svolítið fyrir framan okkur það er svolítið, svona, kannski svolítið langa útgáfana að þessu svari Já, þetta er einmitt, en þú varst einmitt að tala að þú átt í þessu samtölum við ykkar bílstjóra sem eru frá alls konar löndum og Íslandi líka. Já, klart, bara. Og það er einhvern veginn, þeir finna fyrir þessu auknum mæli. Ég fengi hingað leigubílstjóra sem er að hrökklast úr starfi vegna þess að hann hafði orðið fyrir ofbeldi, bara fysísku ofbeldi, en síðan bara allir ofbeldi fólk hafa stungið hann af og hérna neita að borga og hérna hóta honum ýmsa og hérna hann bara, barnanna sinna vegna þess að hann bara verður hann að hætta. Þó þetta hafi verið hans þægileg vinna fyrir hann að því að hann er að læra íslensku og svona, það er ekki auðugan garð að gresja heldur fyrir fólk sem er með íslenska kennitölu en er með svona takmarkaða svona málvitund það hefur ekki tíma til þess að læra íslensku en þarf að vera á vinnumarkaði og þú skilur hvert ég er að fara en hvernig sko þú talar já, þú eigi þessu samtali þú veist, af hverju stafar þetta? Er þetta þá bara, er þetta einstaklingar sem að setjast aftur í og byrja með dónaskap eða er þetta bara umræðin í samfélaginu sem að fer fyrir brjóstuð á þeim eða eitthvað annað? Ok, þarna það er birtingarmyndinu sem blasir við mér er að stærstu leyti þetta séu þetta fólk sem er ekki að setjast upp í bílan til að bara byrja með þú veist það er þessi, ég talaði á hann eitthvað svona checklista bara eitthvað herri, er þetta bara Íslendingur að keyra, talar íslensku og eitthvað svona ég auðvitað ekki, ég vil ekki reyna að mála myndi eins og þetta sé eitthvað bara meiri hluti fólk sem hegðar sér svona en það er þó nægilega fjölmenni minni hluti svo að þetta er ekki eitthvað svona absolutt algjört jaðartilvik lengur. Þetta bara gerist oftar en maður kærir að bara, maður kærir sig og en nú getur eitthvað spurt eitthvað svona, já, en ég meina, er ekki allt í lagi krafa að, þú veist, að hérna bílstjórinn tali íslensku, segjum svo að amma manns þurft að komast upp á slys og eða eitthvað og hún tala bara íslensku og hérna, þú veist, er það eitthvað skrítið að biðja það? Veistu, nei, mér finnst bara ekkert skrítið að biðja það. Það er bara fullt af fólki sem eru, veistu, amma sem þarf að komast upp á spítal sem tala íslensku við erum með fólk sem glímir kannski við ykkur á hreyfihömlun er sjónskert, ég meina það er þetta að nefna langan lista af alls konar kvillum sem háfólk sem kallar á að þau þurfi séraðstoð og í þeim tilvikum er bara mjög eðlilegt að þau fái þá aðstoð sem þau þurfa á að halda og ég er bara mjög mikill málsvari þess vil ég meina og trú á því. Það er kannski, fyrsta lagi það held ég að, amma er ekki mikið í leigubílunum í bæum helgar, sko. Sérstaklega ekki var nú að ennum á spítala og eitthvað svona, sko. Kannski datt á kaffibarnum, veit það ekki. Kannski, ég meina, hei, bara samfélagið eldast og eitthvað svona, kannski verður bara Kaffibarinn alveg eldast. Já, kannski verður vel 60 á skemmtistöðum bara, ekki 9-20 9-30 aldurinn. Nei, djók, en, sko, ætli, sko,
ætli þetta sé ekki einmitt það sem nýju lögin geta sko hjálpa til með og bara hjálpa til með að efla frekar en nokkuð annan vegna þess að akstur leigubíla ekki endilega nákvæmlega sama og akstur leigubíla ef í öllum tilvikum kannski ég orða það en þarna þetta mjög fjölbreytt þú veist það eru bara mörg subsett af þjónustu sem fólk þarf og þegar þú ert þetta bara, lifir í ykkur samfélagi sem með bara breiðar strókur þarna öllu heldur bara með svona monopóli, bara ein okunar fyrirtæki eða þess að svona 2 eða færri sem stjórna markaðnum svolítið ekki frá mínu bætir að kallar það ekki beint á að þú veist amma fái bestu þjónustuna og segjum kannski í því tilviki að í slíkum aðstæðum að amma fái vissulega bestu þjónustuna þá bara einhver annar sem fær ekki bestu þjónustuna ég svolítið spenntur fyrir því sem koma skal að núna svolítið verið að gefa og það búið að gefa bara miklu rúmari og ríkari heimildir fyrir því að stofna bara sérhæfðari leigubílaþjónustu sem gera sitt rosalega vel. Það frá mínum bætir sé þarf ekki til eitt allsherjar númer sem allir hringi og allir með tölu versla við þennan eina aðila og hvað þá að ef það ekki bara versla við þennan eina aðila að þá sé alltaf fara til fjandans. Það auðvitað bara ekki þannig. Og kannski líka, að fyrst að maður fyrst að ég fór niður svolítið þessa braut, að þá má líka aðeins skoða bara leigubílamarkaðinn í heild sinni, hvernig hann hefur verið. Núna ég 37 ára gamall og náttúrulega vinn í þessum bransa, ég hoppa reglulega upp í bíla. En mér þykir oft svona að fyndi að taka smá leik með fólk sem ég hitti bara í vinnunni og jafnvel við vinnu mína, að spyrja hversu oft hefur þú tekið leigubíl á Íslandi þar sem þú varst annars vegar edrú og hins vegar varst að greiða fyrir leigubílinn sjálfur. Og þegar maður setur þessar 2 síur á að þá meðalsvarið sem ég fæ frá fólki svona 0 til 1 stundum 2. Sjálfur hafði ég tekið og ég man bara eftir því ég hafði tekið leigubíl 2 svona á ævi minni þar sem ég var sett edrú og að borgan sjálfur. Og ástæðan fyrir dreg þetta upp að frá mínum bætir og séð eiga bara leigubílar ekki að vera eitthvað svona lúxusservara fyrir þá sem eiga efni á því eða þá sem eru með baki uppi vegg og bara svona þurfa gjör svo vel nauðsynlega að komast eitthvert og lenda í einhverju hrakvali að þurfa að hringja á leigubíl. Og það samt einhvers veginn bara staðan þarna sem við höfum verið að búa í. Og aftur ég sagðist, ég er 37 ára gamall og búin að vera að vinnumarkaði hérna núna í bara, ég veit ekki, ykkur 17 ári eða svo þarna, beint og beint. Og finnst það svo skrítið að þessi eðlilegi almenningssamgöngu þessi eðlilegi partur af almenningssamgöngum sé bara ekki nýttur af fólki yfir höfuð. Og þetta svolítið svona umhverfi sem við erum að koma úr að það bara búið í krafti einokunar að hækka verð á leigubílum bara einu sinni ári svo gott sem þetta bara, þetta bara vísitölutryggt ef vísitala neysluverðs hækkar þá bara máttu stóla á það, ef þú bara skoðar bara söguna aftur í tíman að þá ertu bara búin að sjá að leigubílar hafa hækkað í verði sem því nemur og almennt gott betur. Og það hefur leitt að sér bara umhverfið það sem, eins og segi, það enginn að nýta þessa þjónustuleið og það það sem mér þykir svo slæmt. Eins og London, þegar maður er í London þá tekur maður taxi, New York. Það er svona lenskan í þessum borgum og manni líður svona eins og að svona leigubílaþjónustan hún sé svona að þjónustustigið sé að færa sig svona aðeins í þá áttina. Það eru auðvitað fleira fólk sem kýsa ekki bíl. Það getur verið að fjárhagslegum aðstæðum og það getur líka bara verið að bara prinsipástæðum. Síðan eru en það eru þessar leigubílastöðvar. Ég sá eitthvað tíman daginn, það var eitthvað sem spurði hversu langt síðan þú þurftir að bíða í 10 mínútur eftir bíl.
og það var ágætið svona kjaftsögg fyrir þá sem voru að gagnrýna þetta nýja kerfi vegna þess að þú þarft ekki að bíða nema max 10 mínútur eftir bíl og ef að það klikkar eitthvað þá þú veist þá sendur annar sko, sem að verður komin inn að nokkura mínúta og það vegna þess að það eru margir bílar. Verðið hefur eins og ekkert breyst neitt rosalega mikið. En svo það sem við verðum að tala um með þessu nýja kerfi, þá komin einhver svona grundvöllur fyrir svindl. Og það einhvern veginn búið að grauta saman þessu með svindlarana og ég hef reyndar aldrei farið bara til borgar eða bæjar í veröldinni og ég hef ferðast mikið. Það sem hefur ekki verið svona, þú veist, talað að það sé svindlað á mann í leigubílum, þú veist, þetta bara lenska, þetta þekkt vegna þess að þetta auðvelt. Það auðvelt að svindla túristum sem að kannski þekki ekki alveg og bara því miður. En sko, og þessi grauta saman við þessa útlendingaandúð sem við erum að finna hérna og það bara núna í síðustu viku þá var birt frétt af útlenskum manni sem heldi sér þannig yfir einhverja farþega vegna þess að hann var að svindla samkvæmt greininni, svo reyndir maður las svona aðeins lengra þá var hann ekki að svindla heldur var þetta svona mælinn látið ganga allan tíman og eitthvað sem að þau höfðu öll svona gert með sér samkomulag þannig að þetta voru svona án þess að taka panskan fyrir neitt sko og eða ofbeldi eða eitthvað svo leis en ertu sammála þessu? Er þetta eitthvað svona, þú veist, ég meina mikið af svindli núna? Hefur það aukist? Þetta er stór spurning sko aðslega kommenta á þetta atvik sem mást að lýsa þá án þess að taka panska fyrir neitt og þá ítrekka þá fannst mér bara ekki með allir líklegst vera lélegir í samskiptum þarna þetta eitthvað sem svona orð hefur getað leyst en fólk og auðvitað bara bílstjórinn hefði þessi bara brast alveg rosalega vittlust bara hann gerði það og það verður ekki það verður ekki tekið sko sko þú veist meira svindl núna en það var í leigubílum í Íslandi það er ekki til neins svona opinber tölfræði þetta, þannig að það ógeðslega erfitt að sitja og svolítið svona að sleikja puttan, setja upp í loftið og segja að því það eru búin að vera fleiri fréttir á vefmiðlum að þá sé það staðreyndin. Það má kannski byrja að segja að svindlið mun minna en fólk heldur. En þú veist, já, það gerist alveg, það hefur gerst. Hvort það hafi aukist gæti alveg verið líka ég er ekki með alveg tilfinningun fyrir því og ekki reyna að skafa neitt af bara svona heiðalegt svar ég með grunar það já og það þetta bara ekki gott en til þess að spóla þess aftur bara yfir í stóru myndina og kannski svona áður en að kannski koma að því þykir mér eðlilega að svona klára rýna í markaðinn samt einhvern veginn að því að bílstjórar sem sagt núna, bara verð á leigubílum hefur hækkað hverju ári og svona svolítið bara til að fylla svona fáa vasa og það er ekki gott en markaðurinn, bara samkeppnismarkaðurinn sem átt að fylgja nýju lögunum hann ekki ennþá alveg búinn að ná vopnum sínum og koma undir sér fótunum. Það tekur bara pínu tíma að byggja upp vörumerki sem bara sem nýja stöð, bara hvað við þekkjum það bara vel hjá leigubílum, það bara maus að koma inn á markað sem það svona dominant aðili sem ræðir förunni, þannig að það ekkert auðvelt að svona koma fótunum undir sig. Hvað skal segja að ég svona að hoppa fram og tilbaki í helginu svarinu sko en þarna það getur fá mér eitt vass upp á hérna það reyna að svona orða þetta á skynsamlegan máta sko að nei, ég held að það hafi verið svona meira svindl kannski upp á Keflavíkurflugvelli en ég held að hafi líka verið svolítið svona kæft í fæðingu ekki með þess að þarna ekki fyrir tilstilli einhverja sko þarna vigilante þarna hetja á netinu heldur einfaldlega bara að bílstjórnir sjálfir eru svolítið að þarna bara svolítið svona félagslegt taumhald bara hjá bílstjórnum sjálfum þeir tala mikið innbyrðis sín að milli og eru mjög ósáttir með einhverja svindlara af því það bara vond fjölmiðlum sem fylgir því það þarna dregur úr trausti á bransanum hvað þá á tímapunkti það sem mæðir mikið á bransanum þannig að þeir eru sjálfir mjög ósáttir við svindlið sko það mætti kannski sko
nálgast á annan hátt að því, ég var svona að reyna að svara svo á eitthvað uppbyggilegan og málefnalegan hátt. Stuttasvarið bara, maður færi á tilfinninguna að svindl hafi aðeins aukist. Hversu mikið það ángríns þetta að segja, en við vitum hins vegar það að sko allt svindl þeir sko lóðbeint í fjölmiðla. Þannig að við vitum rosalega vel af öllu svindli sem á sér stað sko. Það bara nánast í sko beinu streymi þegar á sér stað og bara þeir eru nafngreindir aðalarnir og svolítið teknir fyrir og svolítið svona flókið ástand. Við hjá bara Hopp, þarna trúum við persónulega að öld þess að treysta einhverjum gjaldmælum og að treysta á einhver aðili gerir vel og rukkir rétt, það fari ekki einhvern auka krók, setja ekki yfir á helgaverskrána, bæti ekki við hliðagjaldinu og Keflavíkurflugvöll eða alls konar sem svona hefur hægt að gera. Að við trúum því að það sé bara engin sérstök þörf á þessu trausti lengur. Við búum bara í heimi það sem það er bara hægt að bóka ferðir í bara gegnum tækni, bara það sem heldur utan allar þessa gagnapunkta, það sem verðin bara reiknuð út fyrirfram. Ég spyr oft bara til hvers að treysta þegar þú þarft þess ekki. Það svo þægileg þróun bara í viðskiptum eins og þú leggir sig á hvaða markaði sem að þegar sko traustelementið fjarlægt að þú þarft ekki að treysta lengur. Ég man þegar maður var í skóla í gamla daga og maður var að læra milliríki viðskipti og ef þú ætlar að flytja inn sko bara einhverja sendingu frá útlöndum að einhverju varningi sem langa að flytja inn, þá þurftur þú að byrja að fara í banka og fá bankaábyrgð af því þú þekktir ekki, það var ekki búið að stablisa einhverju viðskiptasambandi við þennan sko sala í heimaríkinu til margra ára, þannig að þú gast nú heldur betur ekki stólað á að viðkomandi myndi nú sko afhendaði varningin og bara taka peningin og hlaupa. Núna bara í krafti sko bara meiri tækni, þá þetta bara svo gott sem ekki issue lengur. Og þetta bara eitt dæmi af bara ótal mörgum sem maður geti nefnt, að bara til hvers að treysta þegar þú þarft ekki að treysta. Og það kannski svolítið svona, þá kemur manni spánst fyrir sjónir að hún svolítið við bara svona að garga og segja hverfum aftur til sko gömlu góðu dagana þegar sko lognmolla var á leigubílamarkaði og allt var gott sko sem ég þekki nokkrar konur sem eru mjög ósammála því. Svo bara svona ósammála hverju, þá að fara aftur gömlu dagana eða Nei, að fara aftur til gömlu dagana, það hafi alltaf verið svo gott þá. Af því að það sem að sko umræðan í kringum leigubílana hefur náttúrulega verið svolítið slæmt. Það voru sagðar sko falsfréttir af hópnauðgun en svo hafa komið upp kynferðisbrotamál og það ekkert leyndarmál. Og það hafa komið upp kynferðisbrotamál í leigubílum sem auðvitað mjög alvarlegt mál af því að það auðvitað líka, ég meina þó maður þurfi kannski ekki að treysta í appinu fyrir krónunum sínum, þá þarf maður samt að treysta manneskjunni sem maður setur í bíl hjá. Og það mjög alvarlegt að það skuli vera framinn svona brot. Þessi brot hafa alltíð verið til að mér vitandi. Og eins og ég segi, þá þekki ég nokkrar konur sem eru mjög ósammála því að hverfa aftur til gamla tímans þegar að maður upplifir sér svona aðeins einangraði í bíl með bílstjóra. Þið til dæmis, hvernig getum við gert betur af því að þetta augljóslega vandamál og ég meina ef það kemur upp eitt svona mál þá þýðir það bara að það rosalega mikið af konum sem að fara ekki upp í bíla. Klart. Og einhverjum óskiljum ástæðum þá búið að tengja þetta við uppruna sem að uppruna sko eins brotamanns frekar heldur en allra hinna eða Klárt sko og maður svona hefur ekki vilja eitthvað svona snerta þessu umræðinu að því þetta bara svona í fyrsta lagi bara eitt svona atvik einum á vikið skilur við En þetta ekki einmitt eitthvað svona sem við þurfum að snerta á því að þetta mjög alvarlegt? Ok, sorry, til tilbaka, þetta er bara svona, maður byrjar kannski að passa orðin sína aðeins meira og maður svona pjósa bara, ok, vá, ég vil ekki segja eitthvað svona, óþægilegt, en fyrir ekki, ég kannski bara að hætta að hugsa þannig og bara tala opinskátt hlutin eins og þeir eru og ég er þarna, ég er bara lögfræðingur á mennt og þú veist,
það þarf ekki bara að leita langt í dómasafninu og leita bara leigubíl eða leigubílstjóri að, þú veist, það kom alveg upp atvik og bara leiðilega atvik og þarna fyrir árið 23 þegar nýju lögin tóku gildi, þannig að, þú veist, við skulum ekki þykjast þarna, við skulum ekki láta eins og þetta sé eitthvað bara, þú veist, ný lög hafi verið innleidd og einhverjum sko úlfum hafi verið hleypt hérna undir stýri og þú veist að það hefur verið eitthvað svona fundamental breyting. Jú, þú veist, það var vissulega bara fleiri aðilar sem þarna komu þarna inn og fleiri að keyra og eitthvað svona. En mér langar þó samt svona kannski að minnast sérstaklega á það þá að heilt yfir frá mínu sjónarhorni og ég þykist tala bara af nokkuð góðri sko innsýn hérna að þó að þessi atvik hafi komið upp bæði fyrir og eftir lög þá eru bara leigubílstjórar bara heilt yfir bara mjög gott fólk og þetta ekkit sko pláa í bransanum eða þannig en ég ítreka bara eitt mál einu máli og mikið og það þarf að ræða það en þú spurðir sko hvernig við getum bætt þetta og það til dæmis veist, eitthvað til dæmis, ég meina bara sem lögfræðingur eitthvað lagabreiting eitthvað sem við getum við fíniserað þessi lög sem var breytt hérna 2003 eitthvað sem við getum gert til þess að tryggja bara farþegaöryggi sko, þú veist það tvíþætt, þú veist, ég held persónulega að bara svona, þú veist, að fyrirtækin svolítið sjái þarna ljósið þarna og sjái mikilvægið í því að bara tryggja öryggi farþegann og það sé bara númer 1, 2, 3 og ekki talið lengur, sko, að það númer 1, 2 og 3 og það til dæmis svona öryggisopsjónar og eitt sem við til dæmis að skoða bæta við hjá okkur að þarna og þetta öryggisopsjónar sem til bara hjá farveitum út í heimi að það til dæmis að deila ferðinni sinni með öðrum. Þú veist, ég hérna á bara leið frá A til B og veist, að hvaða ástæðu sem það þarf ekki endilega vera maður upplýsi óörgan í bílnum eða hvað bara heyrðu, þú veist, ég hérna á leiðinni bara hvað þá bara, þú veist, það barn á leiðinni þarna, þú veist, með bíl 1 og ég alveg handið sem að foreldrinu vilji vita bara það mjög þægilegt einmitt, þú veist, það eru svona hlutir þannig að það eru bara svona það eru tæknilega lausnir sem við erum mjög mikið að skoða innleiða og verðum vonandi komið með sem fyrst ofan að það sem við erum þegar með þetta sem við sjáum svona bæta allavega öryggið kannski frá sko lagalega perspektífinu að þá rosa mikið verið að kalla eftir sko stöðvaskyldu bílstjóra í dag Þetta svona hugtak sem svolítið búið að ná að festa sig í sessi og fólk búið að býta í sig að hluti af því að hverfa til fyrri tíma sé innlega stöðvarskyldun og nýjanleik. Ég vil svo bara byrja að segja að þetta algjör fyrirsláttur. Þetta hefur svo gott sem enga þýðingu vegna þess að eiginlega bara allir bílstjórar í dag eru á stöð. Það til dæmis að þeir hafa bara rosa beinan hag af því vegna þess að til dæmis að Isavia, rekstraraðili Keflavíkurflugvallar og fleiri flugvalla, að þau hafa gert að kröfu að þú sért á til þess leigubílastöð til þess að fá að vera innan leigubílhliðsins upp á Keflavíkurflugvalli, þarf það að koma að skráða á lista og bara svona haldi utan hverju svo keyra þarna dæmi. Þetta vissi ég til dæmis ekki, þannig að það eins og það séu svolítið af svona röngum upplýsingum út í samfélaginu. Það ekki skortur á röngum upplýsingum. Og það hefur aldrei, fólk hefur svolítið rosa mikið verið að grípa í bara stöðvarskylda og meðan svona hlusta ég á þetta og hugsa ok, og hvað? Og hvað hefur að gera með hana? Af hverju, hvað hún að fara að leysa? Þú veist, öll þessi neikvæðu atvik sem við höfum verið að ræða þetta og hafa komið upp eru allt bílstjórar á stöð, þú veist, hvað hefði það leyst? Bara nákvæmlega ekki neitt. Þannig að ég svona trúi kannski frekar á að þetta hlutur sem við hjá Hopp erum til dæmis núna að undirbúa innleiðingu að þegar maður þess að skrá sig á leigubílastöð og eða bara fær útgefin leigubílaréttindi á Íslandi, þá fer maður í gegnum svona skráningaferli á Samgöngustofu, þau votta, ok, þú ætlar að skráði hérna á Hopp leigubíla, ok, hérna þá taka þau þess að tjekk, ertu með rekstrarleyfi, ok, ertu með hreint sakavottorð og bara taka lagalega filter, þau sjá það, annars gefa þau ekki út skírteinið
og svo þetta skírteini hvergi sýnilegt og þetta eitthvað sem angra mig að svo ég var til að sjá betur gert vegna þess að tökum svo dæmir nefndum hérna leigubíla í New York áðan að maður kemur þangað og það bara risastórt plagg það bara mynda bílstjórum, það nafni, það bara skráningarnúmer ökutækisins eða leigubílaleyfið hvort sem hvaða leið sem maður vill fara og það mjög auðgert að sjá er þessi aðili sem að keyra bílinn minn manneskjan á myndinni Jú, ef ykkur vill þá alveg þarna prenta það út og kannski setja þarna í bílinn ef ykkur vill vera svo ótrúlega bíræfinn en þú veist það enginn að fara að halda böndum yfir þannig mannesku nákvæmlega bara þegar ásetningur það mikill að þá halda engin lög þér og þá bara það ástæðan fyrir að vera með bara hegningarlög skiljum mig bara þarna en við hjá Hopp erum að undirbúa innleiðingu á þessu og við varum bara til að sjá alla í bransanum runnið innleiða slíkt sama hvort sem það fari í lagaramann eða bara fólk sjá hag sinn í því að bara svona miðla þess betur og bara þetta bílstjórinn og við tökum sem dæmi að hjá Hopp þá þarf maður alltaf að skrá sig inn í appið og þá þarf maður þá fær maður auðkenningarskilaboð í símann sem maður þarf að slá inn og þú ert skráður fyrir þessu símanúmer í appinu og það liggur bara svona gagnaslóð þannig að það eru bara svona margar þægilega leiðir til auðkenningar og við erum alltaf við persónulega erum ekki að elta eitthvað lagaramma og fylgja honum í einu og öllu þvert á móti erum við bara að reyna að gera sífellt betur svo að fólki bara líði vel í bílunum okkar svo að fólk upplifi bara góða þjónustu og bara líði vel þú veist gerum það að almenningssamgöngum á nýjan leik sem fólki líður bara vel í sko, og nú, ég meina þú ert hjá Hopp hvernig með eins og þá sem að stýra hinum leigubílastöðunum eitthvað svona, ég nú ætla ekki að segja samráð því það má ekki en bara svona samtal í gangi þennan kúltúr, ég meina hvert viljum við sjá markaðinn fara eða hvað svona ég meina, og hvað ætlum við að gera ef það kemur upp mál, getum við verið með samhæft viðbragð og annað slíkt ég meina, af því og ég get sagt fyrir bara víst af því að ég þekki leigubílstjóra af erlendum uppruna sem hafa upplifað á eiginskinni að verða fyrir ofbeldi í vinnunni til dæmis bara hvernig ætlum við að taka utan það? Sko, náttúrulega allt ofbeldi skal bara kært lóðbeint til lögreglunar og það, auðvitað erum við með þann option í því af því að maður hefur ekki séð sko, af því þessi umræða búin að vera svona búblandi þú veist, við yfirborðið og hún núna loksins svona aðeins að brjóta sér leið upp og einhvern veginn aðeir virðist bara út allt núna, það eru þú veist hræðilegir útlenskir leigubílstjórar sem svindla og beita ofbeldi og þar fram til götunum og svo það einmitt og ætla að stela markaðnum og allt þetta þetta hræðslu áróður og ég meina við sem að kunnum að lesa á milli línuna kannski sjáum það en það eru bara ekkert allir þannig og það eru margir sem að hafa gleypt við þessum áróðri en það sem ég náttúrulega búin að gleyma hverju ég ætla að spyrja sko það nú að taka þarna svo sem sko í fyrsta lagi þú veist að kannski nefnum bara eitthvað svona svindl og bara rýnum að sí bara ástand markaðarins eins og hann blasir alltaf við mér núna að þú veist við erum ennþá bara breytingatíma eftir að nýju lögin komu eins og ég sagði það þá ekkert bara eitthvað svona þú setur ekkert í ný lög sem opna á það opna á fjölgun bílstjóra og þeir geta opnað sína eigin stöðvar og við smellum fingrum og á 6 mánuðum eða hvað þá einu ári að það sé bara komin þú veist öflug ný samkeppni við eitthvað apparat sem hafa bara verið í einokunar rekstri bara lögvenduð einangrun umhverfi svo átöfum skipti þannig að ég nefni þetta svolítið að því rýnum í ég kem aftur að þessu rýnum í
bara akstur leigubíla í New York. Þú veist, Reykjavík nú bara alveg fjárinn og dýrstaðar til að búa. Það geta allir sammælst En ef einhver sko dýrari staður heldur en Reykjavík, þá það Manhattan, sko. Og samt hoppuðu upp í leigubíl á Manhattan og maður fer í ykkur ágætisferðir og jú, það kosta alveg sitt, en miklu minna en þeir hefðu kostað á Íslandi. Hvernig getur það verið að þú sért í, þú veist, heimsborginni í New York og leigubílarnir kosti minna á þessu, sko, ótrúlega, sko, bara fjármála hjarta heimsins einhver megin? Ég skal segja nákvæmlega hver það að á Íslandi þá bílstjórar svona cirka bát 70% af tímanum sínum að bíða eftir því að fá næstu ferð. Þú veist, þeir 30% sumir yldi minna fyrir eftir hvernig þetta hagastri sínum, en bara þeir 30% af tímanum í virkri ferð með farþega. Þú veist, mælirinn í gangi 30% af tímanum. En í New York þá bara, þú veist, þá bara sparkað út úr leigubílunum og þú veist, það bara einhver annar það slegist bílana, bara bókstaflega. Og hvað þá eða byrjar að bara regna sko, bara slegist það og veist, það þetta bara... þetta svona, myndirðu vilja sjá Ísland svona færast nær þessum kúltúr? Sko... Eða svona það sem að fólk svona kýsa að hoppa bara inn í leigubíla í staðan fyrir að vera á einkabíl? Já, ég ángríns, ég trúi mjög mikið á það sem option. En fyrst verðum við samt að taka höndum saman og búa til umhverfis og það geti gerst. Í núverandi ástandi þá ekki fræðilegur möguleiki. Og sko ef ég gleyma að minnast á það, þá getum við komið að bara skilorðunum að verða leigubílstjóri. Mér langar svo sem að bara klára að elta þessa pælingu að slengra. Það því ég segi þeir séu bara 70% af tímanum að bíða eftir ferð. Ég vil sjá bara núna í krafti samkeppninnar bara verð fara lækkandi á leigubílum og þetta segi ég ekki til þess að sko tekjur leigubílstjóra minnki. Þvert á móti sko ég svolítið skrítin að ég elskar stundum að setjast niður og búa til svona módel í Excel sko og ég lagði gífurlegt púður í svona að byrja að reikna út bara svona hvernig lítur þetta út ef við byrjum aðeins að auka eftirspurnin eftir bílunum jafnt og þétt í krafti þess að verðinu aðeins lægri. Bara hvernig lítur reikningsdæmið út fyrir bílstjóra. Og löng saga stutt að bara þú getur þú sko styttri tíma að þéna umtalsvert meira eða bara meira að gera hjá þér. Og hérna bara þurfum við að vinda ofan af bara áratuga langri sjálftöku og bara einhverju sko vísitölutengingu og verðtryggingu og svo sugar on top að það skil slettuna. Við erum að vinda ofan af þessu, bara verðlagningin ekki eðlileg og það þá kannski öll að spyrja, heyri, af hverju ekki við nýju bílstjórarnir og hvað þá, af hverju nýju bílstjórarnir ekki bara búin að koma inn á marka og lækka verðið sitt. Það er ekki svo einfalt. Mun að gerast? Já, það mun gerast, bara í krafti samkeppninnar. En það þetta þegar, fyrsta lagi þegar þú ert með þessa mótvæðis og öld á móti að þú þurfir að vera sko bara, hvítur gamla skóla leigubílstjóri svo að þú fái ferðinir í bæ sem þú sért bókstaflega ekki sniðgengin og að þú ert bara að byggja upp líka vörumerki í kringum þjónustuna þú veist að það að byggja upp bara eitthvað, já, herri, þessi leigubílþjónusta ódýrari, notum hann í meira magni og það sé meira að gera hjá þeim og þeir hafið betur uppur í sem afleiðing að því bara, það líka ekkert gaman að sitja bara að bíða sko, ángríns, það bara, ég held að sé bara meiri lífsfylling sem fylgir starfinu að vera actually, með fólki ángríns sko, það bara svona, það verður bara eilítið meiri keyrsla, no pun intended sko og einhvern veginn þá getum við byrjað að stíga skrefin í að gera þetta að þessum raunverulegu almenningssamgöngum og það á að vera að því ef leigubílar einhvern tímann að geta verið svona einn af stólpunum sem gerir fólki kleift að eiga ekki bíl eða hvað þá að sleppa kannski svona algengara dæmi á Íslandi og raunhæfara í mörgum tilvikum að sleppa því að eiga bíl númer 2 á heimilinu þá þarftu bara að gjöra svo vel að eiga greitt aðgengi að góðum samgöngum sem koma á milli staða án þess að annars vegar sko taki þig of langan tíma að koma á áfangastað eða að það kosti þig sko bara hvítun úr augunum að fá þjónustuna
og þú veist bara Þetta tekur bara tíma og, veist, og við hjá Hopp erum bara heldur betur að reyna að gera það sko og já, bara veist, í krafti bara allra fartækina sem við erum með og svona, en það tekur tíma og það tekur tíma líka fyrir bara hinastöðunar. Ég er alveg handviss að það munir rísa hérna upp bara sterk og öflug vörumerki hérna á næstu árum sem fólk bara, þú veist, treystir að þau bara veita góða þjónustu og það má alveg vera að séu bara alveg fullt af útlendingum að keyra hjá þeim stöðum sko, fólk bara svona veist, vonandi með tíð og tíma og kannski sko Eru útlendingar verri bílstjórar? Bara það er ekki svar sér sko, bara þarf ekki svar sér sjálfsögðu ekki og sjálfsögðu ekki og þessi aðalega bara munum ná að opna sínum á markaði og opna sína þjónustur sem munum bara gera betur og betur og sjá hagð sinn í því líka að bara, kannski eru nýju útlendingar á markaði ekki fara að hjálpa ömmu að komast á spítalana því hún talar bara íslensku. En þeir eru örugglega að fara að hjálpa henni en eftir því sem þið best geta. Að sjálfsögðu, já. Ég meinti ekki þannig heldur, sko, ég meinti meira svona í fullkomnum heimi við teiknum upp sko sérhæða þjónustu. En það eru auðvitað hægt að biðja bara sérhæða þjónustu maður þarf. Klárt, bara, amen sko, þannig að ég meinti ekki þannig sko. En það þarf að vera kannski meiri ástæða fyrir því heldur en að bara meiri illa útlendinga. Já, þú veist, bara ekki spurning sko. Þannig að þú veist þrátt fyrir það sem svona kannski þrátt fyrir það sem sko virðist vera, þrátt fyrir ástæðið eins og það svona blasir við mörgum núna, þá er þetta ekki dæmi heimur versnandi fer, heldur ég bara mikið talsmaður þess að heimur batnandi fari sko og að við séum að fara í rétta átt. Það er ekki augljóst yfirborðum, það er líka bara, þú veist, ég fyrirgef alveg fólki eitthvað meina að bara sógast með ykkur umræðu, þú veist, það er auðvelt að óttast eitthvað sem maður þekkir ekki, það er bara innbyggt í ykkur með mannin að, þú veist, heyrðu, hérna er eitthvað nýtt og fyrstu viðbrögð eru, þú veist, kíkjum á það aðtökum hvort það sé í lagi, skulum eitthvað menn ekki treysta því. Þú veist, ég er ekki aðtókverða fyrir þessu, en ég sé alveg af hverju fólk, þú veist, sógast með. En það er líka bara því, þú veist, mér finnst það hafa ekki verið nægilega mörg samtöl eins og kannski þetta sem við erum að eiga núna. Það er búin að vera rosalega ríkur fókus á bara svona neikvæðnina. Það, þú veist, allar þessar hættur sem steðja innan geðsalepa að okkur og svona það bara verið að keppast að mála sem deksta mynd af stöðunni, það er líka vill svo til, veist, þarna það er að skila bara klikkum og heimsóknum á heimasíður, það séu auglýsingar og svona, veist. En hvernig finnst þér viðbrögð innviðar á þeirra, svona við þessari umræðu? Mér hefur þótt hún vera kannski svona óþarlega, ég hef ekki verið mjög hrifinn af henni, getum orðað þannig. Þú veist, hann meinar eflaust vel og svona, þú veist, sér eitthvað svona gömlu tímana og kannski bara búin að drekka kúletið að það hafi nú bara verið allt í lagi þá. En ætli það sé ekki með þetta að sko fólk átti sig ekki að það var ekki allt í lagi, það var enginn að taka leigubíla, þannig að þú veist, bara snertiflutu fólks við að taka leigubíla var bara enginn skiluru. Ég er ekki mjög hrifin af orðræðunni eins og að kalla þetta nyrstu mosku í heimi á Keflavíkurflugvelli. Bara, þú veist, come on, skilur þetta, það er ekki eins og satt. Það er ekki, veist, bara, það er ekki sannleikskorn í, jú, þú veist, þeir voru að biðja að nýta húsnæði að biðja, en ég meina svo oft. Það máttu allir það. Það máttu allir og þú veist, það er svolítið svona, þú veist, bara tekið út fyrir sögu eitthvað ákveðin hegðun og þú veist, það var látið svona í veðri vaka, maður var að vera að meina mönnum að fara á klósettið og það var búið að taka þú veist, svolítið svona á aggressívan hátt var búið að taka yfir litla, þú veist, bara litlu kaffistofuna þeirra og klósettið þeirra. Það er bara ekki fótu fyrir þessu, þú veist, menn hefur bara víst greiðan aðgang og þú veist, bara þetta var svona, þú veist, óheppileg presentasjón í þessu í fjölmiðlum, þú veist, og líka rýnum í þetta, þú veist, Ríkisútvarpið bara Garði og þá voru þeir sko innmitt, þú veist, þetta var bara, þú veist, þetta bara svona, þú veist, það var svo agaleg tímasendingu upp á ímyndina, þannig séð að því það voru þeir sko innmitt á þeim tímapunkti að biðja
og sem sagt, maður sem þarna fréttastofa svona ræddi óbeint við, það var mjög lítið sýnt, svona sagði, vildi ekki fá þau inn akkur þarna, en ég upplifði þetta moment þannig að þú veist, þarna er fólk sem hefur líka svona verið gert að skotspón, þarna mætir eitthvað fólk með myndavélar sem það kannski, þú veist, bara, við töfum alveg hver Bogi Ágústsson er eða eitthvað, eða bara, ekki, bara frægur fréttamaður, skilurðu, þarna, við þekkjum alveg þetta fólk, í augsýn og svona vitum hverju þið eru og hvernig, en kannski bara þegar maður fylgir í vera nýr í samfélaginu þá kannski kveikir maður ekkert á bara hvað er að gerast hérna, akkur fólk með eitthvað myndavélar komið, það er mjög auðvelt að skilja það hvernig þetta er, þú veist, hvernig maður verður bara stressaður í þessum aðstæðum og maður hugsa bara hvað er að gerast, þú veist, og svona líka, sko, í svona bænahaldi þá ertu náttúrulega berskjaldað gjörsamlega fyrir Guði, þú ert að eiga svona þitt moment, sko, og hérna, ef ykkur ryðst inn í það, þá er það ekkert endilega, þú veist, það er ekki beitt velkomið, eða svona, þú veist, maður er ekkert voðalega glaður þegar sú helgi er rofin, einhvern veginn. Maður svo sem ekki eitthvað á staðnum og þarna bara maður bara búin að fá þarna, bara búin að segja mann hvað kannu aðtökaðast sko. En ég þekki ekki nákvæmar samræður sem fóru þarna á milli en það var alltaf bara rosa mikið mál gert út úr því og manni finnst það rosa svona það er svona gamla tuggan að þegar hver og ein ummæli er alltaf í lagi í vakúmi en svo þegar þau safna saman þá byrjar maður þá er hægt að lesa tilfinninguna úr þessu þegar þarna og svona að sjá neikvæðnina og sjá hvernig það svona eitthvað meginn og það að kalla þetta nýstu Moskvu í heimi er bara fyrstulega einmitt, það er bara ekki satt þú veist, þarna, svo líka bara hvað er nýstu Moskvu í heimi, það er ekki eitthvað stær í Rússlandi þarna, maður lærið það inn að frétta þetta eftir sko. Jú, ég held að þú veist og það séu alveg nokkrar sko. Já, einmitt, þetta er bara grín sko, en þú veist mann fannst það svona ekki ábyrgumræða. Nei, og þetta elur þetta á fordómum, en bara kannski að lokum, þá langar mér svo að spyrja þig hvort að öll þessi umræða og svona bara þetta samtal í samfélaginu sem að verðist vera svolítið svona einhliða og hefur farið fram að miklu leyti í svona meginströðs fjölmiðlum, hefur þetta áhrif á ykkur? Finnum þið fyrir mun, bara, verslar fólk síður við ykkur eða ykkar bílstjóra? Stuttasvarið er bara já, alveg bara lóðbent og ef við höfum eitthvað meginn svona, mér finnst mikil miður sko, auðvitað, ég meina fólk svona hefur, sumir hafa verið svolítið mikið að góla og tengja okkur við ástandið og svona, þú veist, jafnvel segja við hjá Hopp erum ykkur að svona ábyrgð á þessu og svona vera að mála upp ykkur að mynda því sem er náttúrulega bara auðvitað ekki í raunin, við erum bara krútlegt samgöngufyrirtæki, við erum miklu minna fyrirtæki en fólk heldur sko, við erum bara krútlegt. Það bara sér all hjólin. Já, einmitt og heldur að segja eitthvað bara, veist. Sem er efni í annað samtal. Ágrínsand sko, en það sér þetta, við erum bara eitthvað krútt samgöngufyrirtæki sem er að reyna að gera bara betur á þessum markaði, að reyna að koma inn að krafti og reyna bara að bæta ástandið. Bara, þú veist, það er bókstaflega ekki hægt að svindla hjá okkur. Þú veist, það er bara, þú sérð hvað ferðin kostar fyrirfram og það er árið 2025, sko. Það er ekkit, sko, þetta er ekkit sko, sci-fi og sko, tunglstöðin fyrir aftan okkur og talandi vélmenni. Það að geta fengið verðið á leigubílferðinni fyrirfram og við erum að bjóða upp á svona hluti skilu og veist bara hver bílstjórinn er, veist hvað bílarnir kemur á, veist hvað ferðan fer, bara veist fyrirfram hvað hann kostar og slíkt, en engu að síður þá höfum við sáum svolítið svona skemmtilega og heilbrigðan góðan vöxt og okkur leið vel með ástandið, en upp á síðkastið þá hefur bara aðeins svona, veist, að inngjöfin, við segjum ekki bensingjöf í Hopp, reynum að vera græn og vera með rafmagnsbíla og svona við höfum aðeins mist fótinn af inngjöfinni í ykkur varnarstöðu og við höfum svolítið klóra okkur í kollinum yfir bara hvernig sé best að tækla þetta og svona eitt skóli í því var að bara halda áfram að bjóða upp á góða þjónustu og ekki láta bara svona soga sig með í allir þessa neikvæðni og að láta bara svona, þú veist, svo kannski eina ástæðan fyrir að við sitjum hérna núna er að þú veist, þessi umræða
virðist ekki koðna niður að sjálfstæðum eins og maður svona ánægst til að myndi gera. Hún hefur bara haldið áfram og aukminn vestnað og með þeim afleiðingum að bara, þú veist, bæði við að þessi svona bara, þú veist, svona slagkrafturinn okkar og skriðþunginu verið að sminka. Við erum ekki fara neitt, sko, og bara þú veist, við ætlum að halda áfram að negla þetta. En já, þetta hefur haft áhrif. En ég samt, þú veist, mér langar rosa mikið samt að advokera fyrir einu og það kannski svona kemur hlustundum og áhrundum kannski svolítið spánst fyrir sjónir þegar ég segi þetta, að veist, núna megin kallið að veist, aftur að herða lagarammann og veist, fara aftur til gamla tímans. En við rýnum í það að veist, í dag til þess að verða leigubílstjóri þarftu fyrsta lagi að vera með að hafa haft þess að þarna gilt bara venjulegt ökuskírteini í 3 ár, sækja svo BFAR réttindi sem réttindi til að aka fólki gegn pening. Og svo þú ert komið með BFA-réttindin, þá ertu að þarna sækja harkarréttindin sem gerir réttindin til að aka leigubíl, en þá ekki þínum sjálfum, vegna þess að leigubílstjórar að þér virðist eina stéttin í Íslandi sem ekki treystandi til að skila inn skattframtali og læra það bara. Þannig að maður þarf að sækja sér viðbótarnám til þess að verða rekstrarleyfishafi, þar sem þú bókstaflega lærir skattskil og svona. Ég meina, bara lofið skilur, alltaf gott að kenna fólki bara smá grunnundstöður fyrirtækjareksturs. En manni þykir það samt svolítið skrítið að þú veist, skikka fólk í það taki marga vikur, kosti mörg 100.000 krónur til þess að þú veist, bara, þú ert málari eða eitthvað, þá bara þarftu ekki skikkar á rekstrarleyfisnámskeiðin til þess að fá að vera málari, ég skil ekki alveg skort á trustinu. En það í staðinn fyrir að horfa á þetta og hugsa bara stöðaskilduna strax, þrengjum lagarammann og bara eins og sumir hafa sagt sko, gerum íslensku að kröfu sem náttúrulega bara, þú veist, ekki svara vert sko. Það meirhluti farþega eru erlendir ferðamenn. Ángríns, sko. Þú veist, þarna, já, það er mjög mikið, þarna ferðamenn taka mjög mikið leigubíl en það, þú veist, í staðinn fyrir, þú veist, að ég segi þetta til að ramma inn bara, það eru þegar líklega einhverjar mestu aðgangshindranir að verða leigubílstjóri í heiminum á Íslandi. Það smellir engin fingurum og fer að keyra sem leigubíl og hvað þá sko, líka þvert á umræðina, þá fólk ekki líka að keyra leyfislaust bara, veist, það var bara nýlegt viðtal við ykkur lögreglumann sem var nýbúinn ykkur rassíu sko og hann sagði bara sjálfur eins og bara gögnin sína að þú veist, það bara, fólk ekki að keyra leyfislaust leigubílunir í bæ, það þetta var algjörn jaðartilvik og bara kannski þessi skuttlarar sem voru þarna en maður er ekki að dúkara fyrir þeim, þeir bara gjöra svo vel að skrá sig og vera löglegir. En punkturinn til að taka þetta allt saman, punkturinn með þessu að það árið 2025, það bara tækni umhverfið slíkt að þú veist, besta og skilvirkasta leiðin til að tryggja öryggi farþega bara gott utanumhald gögn, það bara automatískar flagganir ef eitthvað fer úrskeiðis, það að fylgjast með, þá að keyra sæbrautina og beygja svo upp þessa götu til að komast á leiðarenda, var svo leið farin já eða nei, þú veist, það þarf ekki að giska lengur, það þarf ekki að treysta lengur, þetta bara farveitur líkt og Hopp og erlendar þjónustur bara bjóða upp á það að vakta þetta fyrir og samhliða því þá segi ég bara léttum og aðgangshindrunum að verða leigubílstjóri. Gerum bara til dæmis gerum bara ungu fólki sem í háskólanum auðvelt fyrir að afla sér einhverja einfaldra réttinda til þess að aka leigubíl. Það þurfum ekki að borga mörg 100.000 krónur og eyða ég man ekki hversu mörgum kvöldum en það er bara lýlegt magn bara maður ótrúlega lengi að þessu til þess að fá að aka leigubíl. Búum frekar til umhverfið, bara treystum tækninni, þú veist, hættum að setja lög allt og einhverju blindni eða svona einföldun umræðunar
vonast til sko, bara krossleggja fingur og dreyma ástandi batni, bara nei, bara það eru bara markvissar og betri tól til þess að bæta ástandi. Það annars vegar bara að bílstjórar kannski hafi sín skilríki stærri og sýnilegri í bílunum eins og ég nefndi áðan, en svo annars vegar líka bara að treysta tæknin fyrir því að vakta umhverfi okkar og öryggi svolítið, bara getum deilt ferðunum með öðrum, þú veist að það sé ekki að svindla á þetta. Það ekkert að óttast í rauninni. Það bara, þú veist, það ekki þessi vargöld uppi, þú veist, svolítið svona, mér líður svolítið bara eins og þessi verið að bara ljúga fólki. Mér bara búið að afbaka umræðina á einhvern hátt, það sem sko öryggið og eina skjól gegn þessum stormi sé bara löggjafinn þurfi að stíga hér inn að krafti og sko uppræta nyrstu morsku í heimi, gera íslenskuna gera móðurmálið íslensku að kröfu til þess að aka leigubíl, bara nei, bara hættum þessari vitleysu, búum bara til umhverfi þar sem sko fólk getur bara haft gott upp úr þessu, bara að lifa góðu lífi á bara ódýrari ferðum í krafti þá að bara fleiri ferðir farnar, gerum þess að almenni samgöngun sem eiga að vera og og bara, já, ég geti haldið áram bara, skulum bara hættum þessari vitleysu og horfum svolítið bara stöðunni eins og hún það kannski hættum að vera rasistar pínu, já, bara án gríns þú veist, líka bara horfumst í augu við svona eigin orðræðu og skoðanir í þessu skiluru, bara ef þú ert einstaklingur sem ert að ganga á leigubíl og tjekka hvort þetta sé bara einhver útlendingur að keyra og ef það er svartur einstaklingur að keyra bílinn þá kannski bara lokaður í hurðinni. Þú veist, spurðu þig bara, hey, hvað ertu í alvörun að gera hérna? Fyrir utan að vera bara, þú veist, bara bullandi rasisti, skilur við skulum bara ekkert skafa af því, þetta er bara áforsvaranleg hegðun að, þú veist, hvað ertu að styðja? Þú ert bara að styðja einhvers konar afturhvarf til bara einokunarstefnunar, að við sem öll bara, þú veist, við lifum öll í verra samfélagi fyrir vikið, að því við höfum ekki þessa öflugu almenningssamgöngur sem svo gott sem bara öll samfélög sem við berum okkur saman við hafa aðgang að á allavega þóralegri máta en við, þú veist, byrjum að stíga skref í átt af þessari framtíð, þar sem sko, þú vilt taka leigubíl eitthvert, þú veist, þá bara þarftu ekki að vera hálauna manneskja til þess að eiga efni á því, það bara, þú veist, vindum á hana kjaftaðinu, hættum að rasistar, búum til bara eðla markasdýnamík og bara, þú veist, já, bara, við erum bara vinir. Já, við erum bara vinir. Ágríns, við erum bara vinir. Já, ég ætla að leyfa þessu að vera loka orðin. Daniel Thors, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig leigubílamarkaðinn. Þetta verður svona, já, það verður framhald að þessari umræðu. Ég held að það sé alveg óhætt að segja. Þannig að við verðum nú örugglega eitthvað í sambandi og ræðum þessi mál frekar. Klaka til. Takk fyrir að hafa mig. Á þessum nótum skulum við bara ljúka þætti kvöldsins. Ég heiti Marja Lilja, búin að vera með ykkur hér í kvöld. Ég þakka öllum góðum gestum, samstarfsfólki mínu og já, ykkur hlustendur góðir fyrir að hafa verið með ykkur hér í kvöld og ég vil minna ykkur á að á samstöðum.is er hægt að gerast áskrifandi á samstöðinni en eins og þið vitið þá er svona frjáls fjölmiðlun stendur höllum fæti á Íslandi og öll framlög, þau eru að finna góða. Þannig að við þurfum ykkar hjálp til þess að verða betri og verða stærri og ég bið ykkur að fara inn á samstöðum.is, íta á áskriftarhnappinn og leggja fram örlítið svona fjárframlag ef að þið getið. En ég þakka fyrir mig í kvöld og verið bless. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.